Nú býðst frí áskrifendum Aurbjargar sú frábæra viðbót að nýta sér eignavakt Aurbjargar á síðun sinni. Hvað er eignavakt Aurbjargar? Mér langar til að sýna þér það. Við erum staddir hérna á mælaborði Aurbjargar og ég smelli á eignavaktina fyrir leit. Eignavakt er fasteignaleit, bara eins og við könnumst við á Íslandi sem er með lista yfir allar þær fasteignir sem eru í boði á Íslandi hverju sinni til sölu. En það er líka hægt að búa til vakt úr þessu, þar sem þú getur bara að vera að vakta sérstök svæði, sérstaka tegundir, sérstaka stærð og svo framvegis. En þar fyrir utan er verið að leita eftir fasteign fyrir þig þar sem þú hefur greiðslumat á undan í leitarskilyrðum sem hjálpar þér að finna þær eignir sem þú hefur efni á. Nú langar mér til að sýna þér hvernig þetta virkar í stuttu máli. Segjum sem svo að þú byrjir bara á því að fara í leitina og smellir á greiðslumatið og ætlar að búa það til. Ég ætla bara að búa til ímynda greiðslumat. Segjum sem svo að þetta sé greiðslumat fyrir 2 einstaklinga, ég merki við með maka og ég segja að þessir einstaklingar séu með 1,2 milljónir í heimilistekjur, aðra heimilistekjur sé kannski 200.000 og hér er að tala um á mánuði og gefum okkur það að þessir einstaklingar séu svo lukkulegir að þeir séu með 40 milljónir í sparnað. Svo heldum við áfram og kíkjum á greiðsluliðina, veltum fyrir okkur hvort það sé ekki 221.000 sem er verið að borga í bílalán og ýmist þetta hverjum einasta mánuði. Önnur mánaðarleg gjöld getur kannski verið 50.000, ég er bara að grípa þetta á lausu lofti og það sé verið að borga 30.000 í námslán á mánuði. Ímynda mér þessi 1 bíll á fjölskyldunni og 1 barn. Ef við höldum hérna áfram, þá sjáum við að það er nú búið að útskýra það að greiðslugeta þessar 2 einstaklinga er að kaupa sér fasteign fyrir 124 milljónir, lánsgetan er 84 milljónir, það er að segja geta til að taka þetta átt lán og þið getur greitt þessi ágætu hjón eða par eða sambýlingar 490.000 krónur á mánuði. Þá fyrir við aftur yfir í eignavaktina. Segjum sem svo að þú ert búin að renna í gegnum fasteignaauglýsingar og fannst drauma eigna þína sem er í Hafnarfirðinum og kostar 119 milljónir. Það er hægt að finna þetta líka í eignavakt Aurbjargar því að þetta er bara fasteignaauglýsing sem er bara opinberu svæði og við getum smellt á það mjög einfaldlega. Kíkt á þetta, hér er glæsileg eign í boði og eins og við sjáum í eignavaktinni, ef ég bakka hér tilbaka, þá er þetta innan þeirra marka að þessi einstaklingur sem ég setti upp greiðslumati fyrir geti keypt þessa eign á. Nú, við smellum á eignina og getum skoðað hana á margan hátt, en það sem er líka alveg magnað við þetta er það að hægt er að hafa samband við fasteignasöluna og bókstaflega gera tilboð. Með því að slá bara inn tilboðinu og þá lítur það einhvern veginn svona út. Segja hversu lengi tilboðið stendur með fyrirvarma ástandsskoðun eða sölu fasteigna. Þetta er kannski ekki í fyrsta skipti, það er þetta bæta við öðru kaupanda hér, það er þetta að halda áfram. Útborgun getur verið 40 milljónir eins og við sáum við sparnaðinum og lánsupphæðin væri þá 85 milljónir. Þetta er upplýsingar sem er gott að gera. Greiðslu áætlun getur bara verið fín. Lánveitandi getur verið þess vegna Íslandsbanki og tryggingafélagið sem er gott að taka til er þá í einhverju tilfellum VÍS. Svo er bara þetta að halda áfram og smetla á hvort það sé einhverju núverandi fasteign sem á þá að selja við. Þá er kannski hægt að nefna eitthvað eins og Bræðraborgarstíg og þá tökum við bara einhverja Bræðraborgarstígur 1, þetta er þá fastanúmerið og svo er bara hægt að senda þessa fyrirspurn á fasteignasalann og þá ertu búin að búa til tilboð sem þú ert búin að senda í gegnum eignavaktina á fasteignasöluna. Af hverju? Jú, vegna þess að tíminn skiptir svo óbúslega miklu máli þegar þú ætlar að reyna að grípa fasteignina sem þú ætlar að kaupa. Þannig að nú geta frí áskrifendur Aurbjargar nýtt sér þessa frábæru fasteignaleit sem er líka vakt og leitar að fasteignum sem þú getur haft efni á því það er greiðslumat sem gengur á þessu. Allt er þetta í boði í gegnum frí áskrift Aurbjargar. En svo skal ég taka það fram að það er hægt að fara lengra með greiddu áskriftinu, þá er hægt að fara út úr eigninni sjálfri og skoða til dæmis lánamöguleika á ýmsan hátt með því að fara inn í lánareikni og sjá hvernig hægt er að fjármagna þetta og eiga þá við hann í greiddu áskriftinni. Meira en það síðar.